Föstudagsþátturinn heldur áfram og við ætlum að vinda okkur yfir í menningarmál og störf reyndar líka því að þeir eru komnir hingað til mín frá Akureyrarstofu, þeir Þórgnýr Dýrfjörð og Almar Alfreðsson, verið velkomnir strákar. Takk fyrir. Við kannski byrjum bara á menningarsjóðnum því að nú verið að auglýsa, þeir eru búin að auglýsa Akureyrarstofa eftir umsóknum í menningarsjóð og listamannalaun bæjarins og fleira. Hvernig fer þetta fram í ár? Já, við vorum opnaðar núna á miðvikudaginn. Þetta eru 4 flokkar. Það eru samstarfssamningar sem eru þá fyrir lengri verkefni sem eru til 23 ár. Síðan er það starfslaun listamanna sem allir þekkja nú og sem eru sem til 9 mánaða. Já. Síðan er það sumarstyrkur ungra listamanna sem er svona nokkuð nýtt á döfinni en búin að vera núna síðastliðin 2-3 ár. Mjög skemmtilegt verkefni. Sem veitir svona ungu efnilegu listafólki tækifæri til þess að sinna listinni sinni. Já, yfir sumartímann. Þannig að geta minnkað sumarvinnu og fókusað á æfingar og viðburði. Og síðan er það verkefnastyrkir sem eru skal ég segja þér alls konar mjög skemmtilega menningarverkefni og síðan svona skemmtilega áherslu í ár sem er nú ekki skilyrði en fólk er ekki hægt að sækja í allt í sjálfu sér en það er sem sagt vera fókusu núna á hinsegin samfélagið og svona fjölbreytileika mannlífsins. Þannig að það verður mjög skemmtilegt að sjá hvað kemur út af því. Já, heldur betur. Þetta og ber yfirskriftina alls konar Akureyri, er það ekki? Jú, það var mannréttindastefna Akureyrar sem var samþykkt á síðasta ári, þannig að þetta er svona hluti til í tilefni af því. Já. Þannig að þessi áhersla er samþykkt. Já, og ef þú segir, það er náttúrulega ekki skilyrði en það er hægt að sækja hvers slags menningarverkefni sem en þetta er svona áherslupunktur. Það er skemmtilega áherslu. Það er mjög forvinnilegt að sjá hvernig það birtist svo í þeim umsóknum sem koma inn. Algjörlega. Og síðan eru 2 eyrnamerkt verkefni sem eru fyrir svona stærri verkefni sem við erum að vonast þess að geti verið á Akureyrarvöku. Já. Sem eru þá svona 2 styrkir sem eru lítið hærri upphæð. Já, þannig að gera að skoða það líka. Nú eru margir spenntir fyrir því að náttúrulega af augljósum ástæðum ekki hægt að halda Akureyrarvöku með svona venjulegum hætti síðast en við bindum náttúrulega mikla vonir við að það verði hægt að gera það almennilega. Já, akkurat. Í ágúst. Já. Og það verði þá skemmtileg verkefni sem kom inn í gegnum þetta og verði hluti af því prógrammi öllu saman. Já. Gaman að segja frá því líka og svona ekki gorta fyrir hönd stjórn Akureyrarstofu og þau gerðu þessi sumarstyrki ungra listamanna að svona föstu verkefni menningarsjóðs. Já. Þannig að núna er það bara á sömu hillu og starfslaun listamanna eða bæjarlistamaður. Og svona ófyrirséða framtíð þá verður þetta í boði og þetta hefur reynst rosalega vel. Svona gott ræktunartækifæri fyrir okkar unga fólk. Já. Og frábært að fá að starfa með þessu unga fólki. Og ég myndi segja að þetta er náttúrulega klárlega að skila sér því að þetta unga efnilega listafólk hefur verið áberandi og duglegt að vera með viðburði og þannig að við erum að uppskera sem samfélag alveg klárlega. Nákvæmlega. Gríðarlegur kraftur í þeim líka sko. Já. Það smita líka út frá sér í önnur verkefni þannig að þetta er bara frábært. Já, og það getur náttúrulega hver sem er sótt í menningarsjóð, fólk er með hugmyndir af verkefnum og það náttúrulega verður sér út upplýsingar bara inn á, er það ekki bara inn á Akureyri? Akureyri.is, já. Sem sækir í gegnum þjónustugáttina þar. Já. Og allar upplýsingar eru þar inn á Akureyri.is. Einmitt, þannig að við bara hvetjum auðvitað alla sem vettlingi geta valdið og hafa áhuga á því að vera með einhvers konar listviðburð eða menningarverkefni til þess að sækja í það. En það er fleira á döfinni því að það er málþing, ekki satt, í næstu viku. Já, við mæðumst í mörgu. Akureyrarstofa, við erum oft spurt hvað eru þið eiginlega og svarið við erum margt og við erum líka svona atvinnumálaskrifstofa Akureyrarbæjar. Vinnum þau verkefni reynda mjög gjarnan í samstarfi við SSNE. Já. Samtök sveitafélaga og atvinnuþróunar á Norðurlandi eystra. Og höfum verið að vinna núna 2 verkefni með þeim, mjög skemmtileg. Annað er bara ný liði sem var fyrirtækjaþing með fyrirtækjum hérna í bænum sem starfa bæði hér og í Reykjavík og svo á 50. næstu viku þá erum við með þetta málþing á vefnum sem heitir Fólk færir störf og snýst það að vinna vinnuna sína óháð staðsetningu svo að það er stundu kallað. Já. Og svona markmið okkar Sigurður Ingi ætlar að vera með okkur á þeirra og opna þingið og svona
fjallum máli frá sínu sjónarhóli, að því ríkið hefur svo sem verið að svona, reyna markvisst að færa störf út fyrir höfuðborgarsvæðið. Okkur berast að vísu svona ofurreglulega leiðilega fréttir af því hvernig er svo dregið tilbaka, þannig að það þarf eitthvað að taka til í því. En þarna erum við að horfa bara svona jákvæð dæmi sem að nú þegar eru til. Við erum með tónskáld hérna á Akureyri sem kom frá Bandaríkjunum og er núna að vinna út allan heim. Og við erum svona verið að benda á að þetta er ekki framtíð sem við erum að bíða eftir. Þetta er bara núna. Tækifærin eru núna. Þetta er raunveruleikinn í dag. Þetta er raunveruleikinn í dag og sem sagt alveg ofboðslega margir sem þekkja núna því að stundum hefur flutningurinn kannski falist í því að flytja starfið sitt af skrifborðinu í Vatnsmýrinni og upp á eldhúsborðið í Breiðholti. Og ég meina þetta þekkja mjög margir frá síðasta ári og þess vegna langar okkur til að stökkva svolítið inn í þetta núna og svona bara rækta þessa hugsun og svona blása okkur anda í brjóst af því að stundum þarf bara hugmyndaauki, stundum þurfa forstöðumenn ríkisins bara svolítið kjark til þess að taka við beiðni frá einhverjum sem langar kannski til þess að flytja Hvammstanga. Einmitt. Og taka starfið sitt með sér og núna bara skiljum við að þetta á að vera hægt. Þú átt að geta verið hluti af teymi þó að þú búir ekki alveg við hliðina á vinnustaðnum. Nei. Þannig að okkur langar til að vekja athygli á þessu. Já, frábært og kannski einmitt mikilvægt að hamra þetta í ár núna þegar að fólk er meðvitað þetta eftir hérna COVID og fólk hefur neyðst til þess að vinna heima og sér að þetta er hægt. Já, og við erum núna mjög upptekin af bara þeim lærdómi sem við getum dregið af COVID-19 faraldurinum og bara hvað höfum við lært og hvað getum við kannski tekið með okkur. Og þarna er bara klárlega eitt af því sem við getum tekið með okkur og hérna við getum breytt bara hugmyndin það hvað er að búa á Íslandi og vinna spennandi starf. Já, einmitt og þetta er málþing án staðsendingar, þetta er bara hérna á netinu. Þannig að hver sem getur fylgst með, ekki satt? Jú, þetta verður sem sagt bara Zoom-fundur og hérna þar eru allir fyrirlesarnir og við ætlum að vera með blöndu af fyrirlesturum og svo köllum við það spjallborð. Við ætlum ekki að vera með pallborð. Við ætlum að vera með spjallborð sem að brýtur þetta aðeins upp, en þetta eru svo 2 tímar, byrja klukkan 1 á fimmtudaginn og allar upplýsingar og linkur á fundi bara á heimasíðanum okkar, ssne.is og akureyri.is og hérna og auðvitað á Facebook síðanum okkar líka. Þannig að hver sem getur komið og hérna gjarnan að láta vita á Facebookinni að fólki ætla að mæta. Já, melda sig þar. Já, bara smella, ég mæti. Já. Og þannig að við hvetjum auðvitað alla sem hafa áhuga á því til þess að fylgjast með. Þetta er mjög spennandi og vonandi bara opnar þetta á þennan möguleika fyrir fleiri að geta unnið án staðsendingar. Já, við erum spennt að segja frá þessu frábæra dæmi sem við eigum bara nú þegar. Já, og þetta er auðlind sem þarf að virkja betur. Ég held að geta allir verið sammála það. Japp. Frábært, takk ykkur kærlega fyrir að koma og segja okkur frá þessu. Við hvetjum eins og segir alla til þess að bæði fylgjast með málþingin og sækjum í menningarsjóð og alla þessar frábæru styrki sem eru í boði. Takk fyrir að koma, strákar.